Góðan daginn, þetta Salvör Gísladóttir hérna og ég ætla núna í þessari leksíu að kynna eitt verkfæri sem við getum notað til þess að búa til stop motion animation, myndir eða leirkalla myndir þar sem við tökum eina mynd og hreyfum eitthvað og tökum svo aðra. Og þetta er nokkur ókeypis verkfæri til. Eitt er stop motion animator, Anastasi stop motion animator, en þetta Helium Frog animator er annað og það er tiltölulega nýtt og það er frá 2008 þetta forrit og það er byggt á opnum hugbúnaði og það er bara einstaklingur sem að gera það, þannig að það er ekki framleiðslu neins staðar, það er einstaklingur sem hefur búið til þetta forrit og hann hefur það á vefsíðunni sinni. En það virkar alveg ágætlega það sem ég hef prófað í því og slóðin er þarna, ég set hana hérna á þessa glæru. Og þetta er semst ókeypis og það er mjög auðvelt að setja þarna inn myndir og það er hægt að klippa til líka leirkalla myndina. Svona aðeins meiri möguleikar heldur en í stop motion animator. Þetta forrit er í útgáfunni versjón 2.06 og þegar maður hliður því upp að þá er spurt myndavél og maður verður aðtúa með sér örugglega með rétta myndavél tengda og ég er semst með lítla vídeóvél tengda við tölvuna hjá mér og ég ætla að velja hérna myndavélina Microsoft Livecam. Þetta er alveg rétt og þetta er upplausnin 640 sinnum 480 og það sem þá gerist er að ég er komin hérna inn og þarna er svona leirfígúra og ég get farið hérna og hreyft fígúruna hérna. Þessi að hún er bara pínu lítil. Þetta er svona leirfígúra sem ég bjó til. Ég ætla aðeins að ég sé að ég hef gert smá mistök. Ég ætla að setja bláan bakgrunn eins og var upphaflega. Já, ég var semst með bláan bakgrunn og ég ætla að hafa svoleiðis í byrjun og sýna ykkur svo eftir hvernig ég get sett svona öðruvísi bakgrunn á með svona aðferð sem er kölluð svona chroma key aðferð eða með því að skilgreina einn lit sem svona gegnsæjan. Nú, þegar maður kemur inn í Helium Frog þá lítur umhverfið svona út. Það er stjórnborð hérna og síðan er sjálf vídeómyndin og við skulum aðeins byrja að skoða hvað það getur gert í stjórnborðinu og sjá það er mynd af myndavél. Ef ég smelli á þá mynd hér á myndavélinni, ég ætla að hafa þetta stillt á 0 til að byrja með og þá get ég farið og hreyft myndina hérna, hreyft leirkallinn, tekið aðra mynd, farið og hreyft leirkallinn aðeins meira, nú datt hann hjá mér og sjáum að þetta, nú man ég ekkert hvað hann var þegar hann var að detta og þetta er svolítið óþægilegt og þá ætla ég bara að gera eitt í viðbót og það er að ég ætla að setja þetta onion skin á og þá sé ég nefnilega hver seinasta mynd var. Sjáðu, þetta svona var seinasta mynd og síðan veit ég að kallinn datt hjá mér en það, ef ég gerir svona þá er ekki svona fjarri seinustu mynd. Þannig ég ætla að gera það og svo alltaf þegar ef ég hef onion skinning á þá er ég sé ég bara svona gömlu myndina eins og var áður, þannig að hvers get ég hreyfi kallinn þá get ég haft það til hliðsjónar. Það er svona þægilegt skipti ekki máli þó ég hefði hérna mistan og ég get haft þetta alveg stillt þetta hérna, til dæmis onion skin
ef ég hef þetta á næstum að hæðsta þá er hún mjög dauf nýja myndin og ég sé bara gömlu myndina. Þannig að ég er eiginlega svona bara að nenna blind í sjóin með hvað nýja myndi kemur næstum því. En ef ég hef þetta í hin áttina hins vegar þá er það alveg öfugt. Þá er nýja myndin að það sem ég er að gera er sé ég mjög vel en hitt er mjög dauft. Og það er kannski ágætt að hafa þetta svona eitthvað staðar eða svona í miðjunni. Og já, svo getur maður hérna, ég ætla að segja nei, maður getur hérna með þessu uið hérna, þá getur maður, þetta alltaf ekki andú, þá getur maður þurrka út seinustu myndina. Og síðan hérna fyrir ofan, þá get ég hérna fara á milli rammana og ég get líka farið hérna, setja þetta í byrjun hérna og smellt hérna á play og þá spilar þetta. Þetta farið aftur tilbaka, alveg alla leið tilbaka og setja á play. Það er nú ekki neitt óskaplega mikið sem að þarf að kunna í viðbót til þess að læra á þetta og svo eru nánari leiðbeiningar á vefsíðunni sem ég talaði um þannig í byrjun. En það er kannski sniðugt að við förum aðeins í settings og þar er hægt að setja svona nafnið. Það er líka hægt að setja og þetta verður að vera einhver mappa sem maður hefur aðgang að, Save Directory, það er mappan sem þetta vistast í. Þannig að hvar vil ég vel láta þetta vistast? Og eitt af þessu sem er hérna undir þessu settings og það er chroma key, það er á off, en svo getur það verið á rauðum, grænum eða bláum og segjum að við ætlum að setja á blár, að þá get ég ákveðið að í staðinn fyrir bláa bakgrunni þá birtist einhver mynd, þannig að ég geti farið hérna í background image og fengi mér einhverja mynd. Og ef ég sé continue núna að þá sjáum þið að það er komið, já það er svolítið óþægilegt að hafa þetta onion skin þannig ég tek það af, en af því að ég er búin að setja þetta chroma key á að þá get ég, sjá þið hérna marglitakkarnir, það er Open Chroma Key Control. Þannig að ef ég smella á það, þá er fenn, þá fæ ég svona sleða og ég get breytt hérna líka hvernig þetta chroma key kemur. Sjá þið, þetta til dæmis getur ekki verið alveg svona, heldur væri þetta sniður, þetta væri svona. Já, ég bara prófa mig áfram með hvort þetta sé í lagi og ég ætla að taka þetta af þannig að þetta birtist ekki og svo get ég haldið áfram að taka myndir hérna. Ég smelli hérna, ups, nú komu hendurnar á mér og það er, þið sjáu að ég gerði smá mistök, ég syns að þetta komu hendurnar á mér, nú er þetta alveg eyðilegt nema að ég get þurrkað þetta út hérna. Do you want to delete last frame? Já, segi ég. Og ég ætla ekki að láta þetta eyðileggja alveg myndina. Og já. Og síðan ætla ég að taka hérna núna. Og já, nú var ég ekki að sjá hvað ég lét þetta fara í þess átt, en að onion skinning var svo mikið að ég sá ekki þetta sem var undir. Það var þetta bara svona, þannig ég sjá þetta bara mjög lítið það sem var undir. Og ég segi smelli hérna og
síðan get ég fært þetta til og frá, þá smelli ég og ég sé alltaf hvar hinn seinasta var. Ég smelli hérna og núna er ég komið með 10 myndir og ég get séð myndirnar allar með að smella hérna og þetta hér. Það er svo sem ekkert mikið, en segjum að ég ætla bara að láta þetta gott heita. Þetta var bara kynning á þessu forriti sem er voða einfalt. Nú, það er svo sem ekkert allt sem við þurfum að vita skil á sem er þarna, eins og þetta rótóskop, það er fyrst og fremst til þess að þar getur maður tekið upp myndir til þess að sjálfu sér, til þess að hjálpa sér til þess að búa til sem að verðum að gera einhverja hreyfingu á dúkku eða leirbrúði eða Playmobil eða eitthvað svoleiðis. Ég held að við munum ekki nota það hérna, en við gætum þurft þennan editor. Og ef ég smelli hérna á editor, þá sjáum við hérna klipp, ég gerði þetta hérna í 10 sinnum hefur tekið mynd. Og ég get þurrkað út, ég get smellt hérna á þessa mynd hérna, sjáðu þið, ef ég vildi þetta með þurrka út þessa mynd, segjum þessa hérna, að þá get ég farið í delete og þá er hún komin út. Og síðan get ég farið í apply og þá er ég beðin að vista og síðan get ég bara hætt þetta vista sjálfkrafa. Og ég sjáði að þegar ég hef valið svona chroma key þá getur vel verið að ég þurfa að gera ráðstafanir til þess. Ég þarf greinilega að gera ráðstafanir til að þetta sé nú næstu því eitthvað fríður þetta. Svona. Og þá er ég búin að kynna svona stuttlega þetta forrit. Og þá við getum hætt bara hérna, exit eða program. Og þá erum við spurning, viltu hætta? Og þá verður þetta sjálfkrafa vistað og undir þessu nafni. Og ég segi bara já. Ég get líka gefið því nafn. En ef ég man rétt, þá er það hérna. Ég held ég hafi sett það hérna í nei, ég sett það ekki í prufur. Hérna alltaf ekki hér. Já, hérna. Sjáðu, hér er vistaði þetta og við skulum prófa að skoða þetta. Þetta virkar ágætlega. Já, svona áður að ég líka svo ég hlóð þessu náttúr, eða semst ræsti aftur forritið þarna Helium Frog, en áður að ég líka svo þá ætla ég að fara í svona þennan editor og hvernig það er þannig að ég get klippt út, þurrkað út úr því sem ég er að taka upp einstaka myndir. Og ég get líka sett inn myndskeið sem ég ætla að fara hérna í editor. Já, byrju, you haven't. Ég verð sannlega að taka eitthvað eitt inn. Og þá get ég verð að setja eina myndin. Og þá get ég farið hérna í import. Og þar get ég sko tekið inn myndir sem hafa verið, ég veit ekki hvort ég geti gert margar í einu, ég get bara gert einu í einu. Og tekið þetta svo af í skrá og þá sjáum við að þetta er það sem ég var búin að taka upp áður. Og segjum að ég ætla að gera þetta aftur hérna. Import. Já, og ég er
búin að ég ætla að taka eina í viðbót inn, þannig að þessa sem ég var að taka upp hérna rétt á það, þessa hérna, ég ætla að taka, eða er þetta það sem ég er að taka núna? Nú er ég ekki viss, open. Jú, þetta er þessi sem ég var að taka núna. Þannig að ég ætla aftur að segja import, hérna ferðið enn. Skulum við vona forritið hérna. Já, nú er ég búin að taka nokkur svona fyrri upptökur af svona leirkallamyndum. Þannig að nú get ég farið yfir þetta og ég gæti þurrkað út eins og til dæmis ég vildi ekki hafa þetta. Hérna hefur óvart hendi lent inn á þegar ég hef verið að færa fíguruna. Og þá ætla ég að fara hérna á delete og hérna er líka hendi, ég vil þetta ekki, ég sé delete hérna. Hérna er líka einhver hendi, delete. Og þá er ég svona, svo get ég spilað hana frá upphafi, ég get alveg farið hérna í byrjun og spilað hana frá upphafi. Þegar ég fara hérna og íta svo á byrja. Nú ég ætla að láta þetta nægja, fara hérna aftur í forritið, segja bara apply og viltu setja þessa breytingar inn og nú sjáu það að ég er komin með miklu fleiri. Þetta er orðið svona, ég er búin að setja saman og þarna hef ég gert eitthvað að sjá þið. En þá þarf ég að breyta hérna, hérna er putti sem kemur inn á. En þetta er svona dæmi hvernig maður getur lagað. En nú ætla ég bara að hætta, stilla þetta alveg hérna á byrjun. Þið sjáu það hérna alveg í endirinn, þá er komið svona kóta eða chroma key.